Takk fyrir að hlusta. Ég ætla að halda áfram með byggingaspjall og ég ætla að reyna að taka svolítið fyrir hindranir og þá náttúrulega hindranir, byrja á hindrunum varðandi hönnuði. Ég ætla kannski að byrja því að lýsa því bara hvernig þetta var þegar ég var út í Noregi og það kom til tals að ég myndi hanna þarna lítinn skóla. Það var ekkert vandamál. Ég talaði náttúrulega við byggingafulltrúana því að þó ég vissi þetta að vera allt í lagi, þá vildi ég bara vera öruggur. Og hann hugsaði þessu í 5 sekúndur og sagði já, við erum með EES-samninginn og þið eru hluti af honum og þetta bara allt í lagi. Og þannig var það leyst. Næst víkur sögunni til verkfræðings sem ég sá málið á netinu. Þetta gerðist fyrir stuttu. Hann hafði lokið námi en átti eftir að klára lokaritgerð og var að vinna, svo fór að vinna í sínu sérgrein þarna út í Svíþjóð í mjög flóknum verkefnum og var þar í 10 ár og svo ákvað hann að klára námið. Það er að segja, klára þessa litlu ritgerð, lokaritgerð sem nú yfirleitt bara létt og leikandi svona fyrir menn. Og hann gerir það og svo liggur leið hans til Íslands. Hann sækir til Mannvirkjastofnunar að fara í námskeið sem ég skil ekki hvaða námskeið hann ætti að vera í, en það var eitthvað námskeið hjá embættismönnum að hvort hann geti kunna lesa reglugerðir og lög og eitthvað svona, ég veit það ekki. Því hafnað vegna þess að hann þurfti að starfa í 3 ár sem verkfræðingur og það var 1 ár á Íslandi hjá fagmanni í faginu sem var með þessi réttindi. Þá spyr maður hvernig fengu þessi fyrstu réttindin. Var það eitthvað bara, kom það frá Guði eða hvað? Jæja, hann fór með þetta í einhverja úrskurðarnefnd umhverfismála og byggingarmála og það var sama sagan og þeir lögfræðingarnir lesa bara lögin og þeir fylgja bara línuhann eins og þau koma fyrir. Það er ekki tekin inn efnisleg afstaða til málana. Og ég veit að ef við hefðum einhverja stjórnmálamenn sem væri eitthvað í viti, þá myndum við fara í þessi mál og skoða þetta og hreinsa til og hætta þessari vitleysu. Löggildingar, meira vitleysa. Það er kannski of mikið að vera tala of mikið þetta, ég veit að, en ég ætla aðeins að minnast á bókun 35. Hún í grundvallaratriðum fjallar það að það eiga að vera gagnkvæm réttindi. Gagnkvæm réttindi, starfsréttindi á milli þjóða á Evrópusvæðinu. Þetta er þess að árétta það. Ég skil það að menn tala það að þetta sé eitthvað að henda burt sjálfstæðin og ég veit ekki hvað og hvað. Ég skil það sjónarmið. Aftur á móti skrifuðum við undir þetta samkomulag og við skrifuðum einnig undir Vínarsáttmálann þar sem kveður á það að alþjóðlegir samningar eru bindandi fyrir þjóðríkin og borgarana. Svo einfalt er það. Og við skulum bara horfa á það, við skulum ekki snúa út úr þessu eins og gert hér á Íslandi. Það er snúið út úr þessu á öllum sviðum og embættismenn halda öllu öðrum framheldur en því rétta í þessu máli. Þetta eru hörð orð og ég vona að einhver móðgist. Ég vona líka að einhver verði glaður og slétt saman mér. Ég segi bara hlutina eins og þeir eru. Þetta, ég ætla ekki að tala meira þetta. Ég held áfram með þetta
í seinni myndböndum og tek þá fyrir áframhaldandi hindranir. Svo tek ég líka fyrir hvernig iðnaðarmenn eru meðhöndlaðir, margir hverjir. Það er ljótsaga en hún er sann. Takk fyrir það. Takk fyrir að hlusta og sjáumst síðar.